Af hverju? Út að við erum að byrja nýtt ár saman. Já, við erum að byrja nýtt ár. Já. Gleðilegt nýtt ár. Gleðilegt nýtt ár allir og gaman að vera komin aftur. Já, það er gaman að koma aftur. Já. Hvernig voru jólin? Þau voru bara æðisleg sko. Æðisleg. Við fættum okkur Beef Wellington. Beef Wellington. Frá kjötkompaníu. Ok. Sem var skítfínt og svo bara pakkaðar og allt þetta út. En þú? Herðu, þetta var ævintýri. Ó? Þetta var bara ævintýri. Gunnar lenti í sóttkví. Já. Og við vorum ein heima jólin. Já, en það var bara fyrstu jólin bara svona 2 saman. Já, elduðum sjálf og allt svoleiðis. Ok. Þannig að þetta var svolítið svona lífsreynsla. Já. Myndirðu segja þetta að vera cozy? Sko, það, já, ef að, svona, já og nei. Okay. Já og nei. En förum bara í málana fyrst, hvernig var vikan þín? Vikan? Já. Ég man ekkert hvernig vikan var. Já. En ég skal segja hvernig síðustu mánuð. Já, hvernig er síðasti mánuð? Við erum búin að taka núna mánuð pásu, cirka. Mánuð pásu, já. Og, já, byrjaði bara á lok síðasta þáttar. Já. Ég kom með blöðin, sko. Heyrðu, þetta er allt í rugli hérna, anskoti. Heyrðu, já. Alltaf, það komið fleiri vondir kallar í heiminn. Já. Já. Vondir kallar. Já. Já. Það voru nokkri vondir kallar komnir og síðan kom í ljós að það eru fleiri vondir kallar komnir. Já. Já, er það um vondir kallana hérna Pétur Karón hana, vondir kallinn Karón Bergmann. Já, Sigmar Friðjóns. Simmi Fridd. Já, nákvæmlega. Simmi Fridd, vondir kallinn. Simmi Fridd. Það er einhverjar sögursagnar hans í gei. Já, og hann bara var vondur. Hann var bara vondur í stað. Hann bara kom Ég er ekki hommi. Hvað er vondur? Samt ekkert að því að vera hommi. En Simmi Fridd hann er bara þannig. Já, hann vill ekki vera. Hann vill ekki vera hommi. Nei. Og það er allir bara, veist, í Hafnarfirði. Ég fór í fjörðin í Hafnarfirði. Já. Já, það bara, fréttur það Kristbjörgur. Ég bara, hvað? Simmi Fridd. Ég bara, já, Simmi Fridd. Já, hann er hommi. Ég bara, nei, wow. Og svo kemur Simmi Fridd öskvaðandi beint úr póstunum. Bara í kúrikabúningnum. Já. Það náttúrulega gerir mann ennþá meira suspicious. Já, og hann bara og svo hleypt úr báðum byssum. Ég er ekki hommi. Já, sagði hann. Og hvað gerir þið? Og ég sagði bara, Simmi, það er allt í lagi, við styðjum þig, skilur þig. Það er ekki satt. Já, nákvæmlega, það gerist í firðinum hérna. Er það sjoppa? Það er Vestlana Kjarni. Já, þetta er Kjarnin, já. Þetta er Vestlana miðstöð. Já, á Selfossi. Já, ég Hafnarfirði, já. Kjarnin á Selfossi. Þetta er ekki eins og Kjarnin, ég næstu því, þetta er aðeins stærra en það. Já. Þetta er svona, myndir taka Kringluna og bara fyrsta partin af Kringlunni þegar þú lappar inn hjá Haugkaup. Já. Það er svona raunni okkar Vestlana miðstöð hérna í Hafnarfirði. Já, mega næs. Helga er alltaf að fara einhvert upp að kaupa neglur og eitthvað. Já. Í Samkaup. Nei. Já, kaupa svona útýrar svona plastneglur. Já. Herðu, séðan bara COVID í fokki, skilur. Já. Þú ertu bara að segja mér fréttir, ekki segja mér hvað þú gerðir. Hvað ég gerði? Ég veit alveg hvað gerðist í samfélaginu, Óskar. Já, ég meina bara. Ég hef ekki verið í helli í seinustu 3 ár, sko, eða í seinustu mánuð. Ég er náttúrulega reyna alltaf að vera í helli. Já. Mér líður best í helli. Já. Herðu, hvað gerðir þú? Leiðilega fréttir til að byrja með. Já. Einn vinur minn. Já. Gamall vinur minn. Já. Voru reyndar ekki búin að vera í sambandi mjög lengi. Já. Hann fór í sveitina. Nei. Það skilur mig. Æi. Já, sér að hann Almar. Já. Sem var í fréttunum. Já. Hann tók sitt eða líf. Sem var náttúrulega bara mjög leiðilegt. Já. Og bara ef fólk þarf á hjálp að halda, bara já, ekki hika, bara tala við einhvern. Já, ég samhryggist, Óskar. Já, takk fyrir það. Já, það sem ég þarf mín hvað? Ég þarf mín að lista, annars bara kann ég ekki neitt, skilju. Vá, við byrjum svo alveg stuðið, maður. Ég byrja på nýtt, bara góðan daginn. Nei, við getum ekki byrjað på nýtt. Þátturinn, sko, þú ert komin á svo nótur, sko. Já, ok. Sko, já. Segðan bara áður en það gerist, þetta var meira áður en við hættum. Já. Vinur minn kom til mín. Já. Vinur kom, ok. Og hann sagði ég verið sköllóttur.
Já, það er reyndar, það er vinur þinn, já, hann sagði það, ég var viðstættur, ég tók hann til þér, og sagði bara, heyrðu, ekki gera svona, ekki segja svona, og ég sagði bara, veistu hvað, hann bara hvað, sem ég vitt, þetta var hann, já, þetta var sem ég vitt, já, og ég bara, heyrðu, þú mátt ekki segja svona, og hann var bara í örlæði. Svo fór hann bara allt í hennu, fórum við allir saman og segin pizza og hann sögði þeim að fara í pílu allan tíman. Já, alveg rétt. Hann er svolítið góður í pílu, hann bara kastar í pílu, svo kastar hann annar í pílu og pílan fer í píluna. Já. En það leiddi út í það að ég byrjaði að borða háruvítamín. Já. Og ég er ekki frá því að það sé að virka, sko. Ok. Já. Þannig að hún getur bara sagt honum að ég bara er að fá hárið aftur, held ég veit það ekki, mér finnst það að vera þykkara en ég bara veit það ekki, nú er ég ógeðslega óöruggur og fer bara heim að gráta síðan er bara einn vinnur að fokast með vinkonu herbygginu mínu, gestaherbygginu sko það er magna með það gestaherbyggi það er eitthvað magic í gestaherbygginu á mér og Helgu fólk hverjarn inn og það kemur nýtt líf spurning hérna úr sal okkar hérna, nú ætlum ég bara aðeins að spyrja þig hérna úr salnum erum við bara að deila öllu það sem gerðist það er alltaf að fara á borðið ég er að vera búinn skrifar þetta blað? Ég skrifa þetta blað Vinur minn gerði galdra inn í gestaherbygginu mér magnað dagbók Óskars dagbók þetta er fyrir svona en ef bara bottom line þá galdrar í herbygginu þínu það kom nýtt líf kom nýtt líf? Nei. Það varð til líf Nei, ekki svo Simba og bara Lion King var til inn í þessu herbyggi eiginlega sko Simmi veit, hann fór hana og hann skapaði líf með þarna Indiana Jones búningin hann er rosa mikil cosplay hann er alltaf í nýjum búningum bara meira en þú, hvað gerir þú í þessu mánuði? Í þessu mánuði, í janúar mánuði? Nei, bara live frá því hittum síðan það var bara jólin, ein jól eldagóðan mat ég keypti mat fyrir 30.000 krónur það er rosalegt ég keypti mat fyrir heila fjölskyldu við vorum bara 2 bara fyrir ykkur hvað keypti þið? Ég fekk gefis hamburgerhrygg ég keypti graflag, keypti humar keypti kartöflur ég keypti mikið af kartöflum, ég veit ekki okkur ég keypti ógeðslega mikið að rjóma það bara, rjómi þessu ég bara, ok, ég kaupi þá bara 6 lítra af rjóma og ég notaði svona kannski 2-3 fernur en ég á ógeðslega mikið rjóma eftir hann er ekki súr hann er útrunninn hann er þetta nýskap hann að fara í sveitina? Rjóminn, já og ég keypti ógeðslega mikið af mat og ég hefði bara mér fannst vanta afsakið ég rópa bara ég fæ alveg kók í hálsinn þetta var að gráta mér fannst vanta eitthvað svona quick bara panta jólamat fyrir 2 svona COVID solutions það sem ég fengi bara kemur gæi svona aha gæi hann kemur bara aha og ég bara bíp bíp og eitthvað, það vantaði þannig ég var ekki að finna þannig Nei. Við erum byrjað að vesla við Eldum rétt og ég bara komið þetta í Discovery Channel og fattaði það að maður panta 3 rétti og síðan bara getur maður borðað 1 rétt 2 svar og svo næsta rétt 2 svar og svo aftur 2 svar þá bara þetta spara pening spurning úr sal takk fyrir Óskar ekki mál takk fyrir að deila þessu spurningi mín er út í þetta lífshakk kosmósin hjá þér að ertu þá að panta fyrir fleiri eða ertu að panta fyrir 2? Við erum bara að panta fyrir mig og Helgu en það dugar þá í 2 máltíðir þannig 6 dagar fara bara bara þetta 8 á skall, sleppi bónus aftur spurning frá mér úr salnum ertu þá að ok, ég borða
mikið, skilur, ætti ég að panta fyrir 4? Er það of mikið? Er það ná að splitta þessu fyrir ykkur 2? Já, ég er góður í að borða ekki mikið. Já. Ég er líka fann að fasta á svona. Já. Þannig ég borða ekki morgunmat. En spurning úr sal, ertu í átaki? Ég er að þykjastur í átaki, skilur. Ég segi það svona fyrir framan alla og síðan ég verður örugglega sama bollan eftir 1 ár. Já, ok. En stefnir í það. Ábendingur úr sal, núna er ábending. Já. Ertu tilbúin? Já, ert þú búin með allt þitt? Já. Komið áramót? Já, ég fór til bróðums. Já. Og mér fannst skaupið hundlegilegt. Þið fannst það leiðilegt? Já. Mér fannst það hundlegilegt. Já, mér fannst það alltaf í minningunni, sko. Mér fannst það betra í fyrra. Ég er enda, þegar maður er drukkin og með ákveðnum hóp og hann hlær, þá hlær maður alltaf með einhvern veginn. Það gerir það að fyndið. Ég er alveg tilbúin, sko. Já, ok. Ég líka. Ok. Morgunmatur. Morgunmatur er mikilvægasta máltíð dagsins, en stundum fylgir morgunmáltíðinni nokkur vandamál. Til dæmis, hvað á að gera þegar mjólkin er búin? Hvernig einfalda ég morgunmatinn? Sykur á seriósið eða salt í grautinn? Morgunmatur í vinnunni. Mjólk, morgunmatur og meiri mjólk. Við erum lausnamiðaðir vandræðagemsar og erum 2 loðnir. Já. Við erum í alvörinni að fara að ræða bara morgumat í byrjun árs. Já. Ert þú morgunmatamanneska? Það er svo mismunandi. Ég er það stundum og stundum ekki. Ég er búin að vera í leynimisjoni síðan 1995. Já. Ég fekk morgunkort þegar ég var 2 ára. Já. Út á Kanari. Já. Og mér fannst það, ég man ennþá að mér fannst það ógeðslega gott. Já. Og ég hef búin að vera að leita þessu morgunkortni í 26 ár. Er þetta bara leynimisjón? Það má enginn vita af þessu. Nei, ég er ekki búin að segja neinu frá þessu bara ever, sko. Já. Þetta var rosalega litríkt morgunkort. Og svona ágæslega fruity. Er þetta ekki Fruit Loops? Nei, ég nefnilega keypti Fruit Loops og þetta var ekki eins. Prófaðu Fruit Loops sem er núna í Hagkaup. Ég keypti það og það er, voða mjúkt Fruit Loops. Það er mjög mjúkt. Það er gamalt. Nei, það er ekki gamalt. Það er ekki stökkt svona. Ég nefnilega fór í Hagkaup þegar ég var að kaupa ramen núðlu drikkin okkar. Já. Og þá sá ég morgunkort sem heitir Trix. Já. Með svona hvítir kaninu. Já. Og það er rosalega colorful morgunkorti. Já. Þannig ég er að binda vonir að þetta 26 ára mission klárist bráðum. Já. Og það var bara alltaf að stokka, bara setja gestarbergi, bara Trix morgunkort. Já, og þá var þetta eignast öll börni þar. Já. Með morgunkortinu. Já, morgunkort, eða morgunmatur. Já, ég fæ mér ekki morgunmat. Nei? Ég borða aldrei morgunmat. Nei. Ég borða fyrsta máltíð mínir í hádeginu. Já, ok, ert þú að stunda einhverja föstu eða? Nei, ég bara hef alltaf gert þetta. Ég hef búin að gera þetta í mörg ár. Af því að ég er svona alltaf á síðasta sjenskæ. Já. Ég er svona vakna og bara síðasti sjens til að fara núna í vinnuna, skilur. Ég er ekki að fara fætur, hella mér, fá mér morgunmat, borða morgunmat. Ég er svona, Já, bara að þú vaknar og bara, oh my god, ég þarf að fara út í bíl eftir 2 mínútur. Hins vegar ekki. Ég vakna langt undan vekjarklukkunni minni, eða svona undan og er bara legg upp í rúmi og á þar bara quality stund. Ertu það í símanum eða í hugleiðslu eða bara eitthvað? Já, símanum, sko TikTok og eitthvað. Sko, kona mín er nýbúin að taka upp á því að setja í sig eyrnatappa eins og ég gerir sjálfur. En þannig hún heyrir ekki vekjarklukkunni sinni. En hún breytir henni. Núna kemur tónlist eins og gerist. En hún setur svona titring sem er svona
svona hratt og mikið. Já. Þannig ég fæ alltaf svona vægt hjartaáfall á virkum dögum. Já. Hvern einasta morgun. Svona 6:20 eða eitthvað. Já. Og svo bara fer hún að sofa aftur og svo kemur þetta aftur eftir korter og eitthvað. Já, hún svo snúsari. Stundum. Það fer bara eftir tíma, sko. Já. Eins og ég að fasta og þykjastur að fara í form. Já. Við vitum alltaf að það munur aldrei gerast. Já. Ég hef trúið þér samt. Takk fyrir það. Já. En fáðu ykkur saman morgunmat? Er þið að vakna saman og bara ég gerði hérna dýrindis grauð, þú veldu grauð? Nei. Ég veit að þú ferð á fætur. Ég fer á fætur. Og klæðir þig og gerir þig til og ferð upp í sófa. Já, ég fer upp í sófa í góðan korter og þamba kaffi. Já, þamba kaffi, já. Og já. Já, það er þín, þú ert ekki að fá þér morgunmat. Nei. Nema stundum. En síðan er náttúrulega lifehack. Já. Sem að maður getur gert þegar maður ætlar að fá sér hafragraut bara á núlletni. Þú tekur hafragraut, setur í box eða bara eitthvað og fyllir skáluna, boxið á vatni, setur í örbylgjuofn í 1 mínútu og þá bara ertu komið með hinn fullkomna hafragraut á 1 mínútu. Já, 1 mínútu. Já, í staðan fyrir að vera... Við heyrðum það fyrst hér, á 1 mínútu. Fullkomin grautur. Já. Fullkomin. Svo bara hendur í rúsinum, ég reyndi að gera geggjaðan hafragraut, sko. Já. Ég set banana og döðlur og hnetusmjör og hnetur og rúsinur og þannig að það er 50% grautur, rest bara 50% meðlæti eða? Já, það er svolítið henni. Ég keypti bara svona pakka stundum hérna, þannig að maður setur bara vatni í og jöpan. Já. Það er til svona dollur, svona morgun dollur. Já. Svona bara, svona cup noodles. Það svona setur bara vatn, bara fill this line to here, bara vatn og svo bara jöpan. Og það er svona til apple cinnamon og eitthvað svona. Já, ok. Já. Það hljómar mjög merkilegt. Já. En ég fæ mér samt ekkert morgunmat, sko. Nei. Ég borða frekar morgunmat seinna. Sérst, fæ mér morgunkott frekar seinna. Færið þið morgunkort í hádeginu? Já, stundu fæ mér bara kvöldmat eða eitthvað, svona milli mála. Já. Það er sem þægilegt að fá sér bara morgunkort í kvöldmat. Já. Seriós á kvöldin? Nei. Já, súrmólka hádegin og seriós á kvöldin. Já, nákvæmlega. En sko, ég hef samt lent í því. Lent oft í því að fá mér morgunmat og mjólkin er ekki alveg búin en er svona að verða það og maður svona fær sér morgunkott og svo sturtar mjólkinni og þá er það of seint fyrir til að setja það aftur í já, þannig að það var þetta annarkort hvað gerir maður, Óskar? Hvað gerir þú? Þú hefur örugglega pottþétt lent í þessu. Já, þú ert að tala um svona þú fær svona 3 matskeiðar af mjólk. Já, en þú helst kannski að þetta væri nóg en það er ekki nóg. Þú getur gert tvennt. Já. Þú getur bara látið þið hafa það og borða þetta bara með tárin í augunum. Já. Eða þú getur blandað hvítum matarleiti í vatn. Já. Og búið til gervimjólk. Já. Svona þykjumjólk. Já, og þá getur þú plata sjálf að bara telja að trúum að þetta sé alvöru, sko. Já. Ég hef verið það desperate að mjólkin var búin. Settur vatn? Ég setti bara vatn í kókupepsi, sko. Já, og hvernig smakkaðist? Ógeðslegt. Já. Mjólkin gerir morgunkorni. Já, það er 70% af morgunkorninu er mjólkin. Já. Ég held það. Það er svona alltaf lægi að maula á morgunkorni bara eitt og sér. Já. Í bolla. Já. Svona smá nasl. Já. En ef þú ætlar að blanda drikk þá bara mjólk. En hefur þú prófað einhver tilraunir? Hefur þú farið Fanta, Coke? Ég held ég að setja Coke einhvern tímann bara í Coco-Puffs. Já, bara for the fun of it eða? Já, það var ógeðslegt, sko. Það var líka ógeðslegt. Það er bara mjólk. Það er bara mjólk. Eða bjór. Já. Nei, ekki gera það. Nei, ekki gera það. Sko, ég hef lent í þessu. Allt of oft, sko. Og ég læt maður bara hafa það borða það bara svona þurrt. Reyni að móka mjólkinu svona yfir bleita hans topin og svona aðeins að hræri í þessu, sko. Reyna að fá mjólkina út allt en það gengur mjög svo vel og það, mjólk fyrst mér renna út rosa hratt. Já, hvað er málið með það? Hvað er málið með það? Hvað eru öll e-efnin og svona séttið í mjólkina?
Já, akkur ekki bara sprauta einhverju dót en það geymist í, þú veist, eins og síld. Já, þannig að, en svo til G-mjólk sem rennur bara aldrei út. Já, hún líka bara ónýtt leið og þú færið fernuna, sko. En það? Já, ég hef ekki drukkið G-mjólk bara eintóma. Hefur aldrei gert það? Nei. Það hræðilegt, sko. Já. Það bara eins og að drekka gamla mjólk. Er það? Já, eiginlega, sko. Hún verður ekki súr samt, sko. Nei. Það vantar allt geðið í hana. Hún, sko, hún samt, þetta bara eins og volgmjólk. Saman hversu köld hún þá hún alltaf einhvern veginn volg á bragðið. Já, ég skil gott við. En það alltaf látið kaffi, sko. Já, gott í kaffi. Alltaf í kaffi, sko. Kaffimjólk, sko. Já. En, já, ég hef mitt, sko, eins og lausnirnar á þessu máli. Það held ég sé bara best vatn. Já, það umulegt en... Ef þú átt hámar, kókumjólk eða eitthvað annað, svona, ég myndi bomba því. Kókumjólk gæti verið algjörur snild. Já, svona, það svona held ég eru dæmi sem þú getur bjargaði með. Ef þú átt eitthvað sem með mjólk, þá getur þú sett á því. Kókumjólk eða eitthvað slags, sojamjólk. Síðan ef þú ert að heppina búa, ef þú ert að heppina búa við hlýna bónus, þá bara getur þú farið þangað. Já. En þú ert ekkert að fara í bónus 7 morgunin, skilur þú? Nei, reyndar. Þú ert ekkert að, og síðan ef þið langar í morgun korn núna, þú ert ekki bara að bíða eftir að bónus opni til þess að geta fengið morgun, þú færðir eitthvað annað, sko. Já, það rétt. En, sko, talandi morgunmat, hvaða þinn go-to morgunmatur? Ef þú færðir morgunmat, Óskar? Það eiginlega bara banan og hleðsla, sko. Bara skella einhverju í sig og halda áfram. En ef þú ert að gera vel við þig? Þá, sko, ég elska Coco Puffs. Já, er það að gera vel við þig? Já, ef ég elska sjálf mig, þá fæ ég mig Coco Puffs. Þannig að þú ert rosalega sár út í Ísland fyrir að banna Coco Puffs. Já, ég mun aldrei skilja af hverju Ísland, þeir sem ráða, eru bara eitt góðan við þetta. Þetta er bannað og þetta er bannað og þetta er bannað. Já. Og ég meina að blái ópóllinn, það var uppáhaldsnammi mitt þegar ég var krakki. Já. Þetta er eitthvað persónulegt. Já, það er bara allir að móti Óskari. Bara, já, hvað finnst Óskari gott? Já, Coco Puffs. Já. Ekki meira Coco Puffs hér. Þú voru hægt að læka hluti á Facebook. Já, greinilega. Ég nefnilega lækaði þannig hópin eitthvað blár ópall aftur í búðir. Já. Býtuði nú við. Já. Var ekki einhver líka að sagja að þeir ætlaði að koma með bláa ópallin í smá stund og svo hætta með hann aftur? Hann kom held í smá stund. Það er mista því. Já. Það var enginn að láta mig vita, sko. Nei. Það er bara allir að móti Óskari. Ég er svona keypti Coco Puffs á þann, eða daginn. Já, það er verið að klára gamlar birgðir. Já. Það var komið leyfi núna að klára þessar birgðir sem eru til. Já. Þannig að ef að þú ert þessu Óskar sem elskar Coco Puffs, þá getið þið farið núna í verslanir og keypt Coco Puffs. Það er rétt. Vonandi er það ennþá eftir. En ég meina, ég keypti Coco Puffs 2 ári. En sko, þegar möguleikir tekin af... Hvernig, byrju nú við spurningin úr sal. Þú elskar Coco Puffs. Þú elskar Coco Puffs, en þú kaupir pakka tvisvar á ári. Já, þú veist, eins og segi, ég borða það sjaldan á morgunmat og ég er aldrei eitthvað svona endilega sækist eftir þessu þannilega séð. Já. En ég elska sem að fá mig Coco Puffs og það sem Óskar hatar er að þegar möguleikir tekin af honum. Já. Skilur þig? Já, þú veist, shit. Ég var ekkert ofta að kaupa Coco Puffs. Nei, en þú elskar það samt. Já, en þegar möguleikin er tekin af mér að ég mun aldrei aftur geta keypt Coco Puffs, þá er ég ekki sáttur, sko. Nei. Og bara, matter of fact, ég elska líka Lucky Charms, sko. Já. Ég er sætindi smaður. Já, þannig að núna fer ég aðra spurningu, Óskar. Já, úr sal. Nei, ég drekki úr sal, þetta er frá mér. Okay. Sem með stjórnanda, tveir lóðurum með hana. Sko, er það sykur út á Seriós eða Cornflakes? Eða þú ferðir svo leiðis? Er það Seriósi, sko. Setur þú sykur út á Seriósi? Já. Vissir þú að Serió þýr í alvörunni á brasilísku? Nei. Nei, ég var að horfa á dating þátt. Já. Og þau voru bara, Espanjóla, Brasila, og það bara, Serió. Og það er bara, sí, Serió. Og ég bara, wow. Já, já. Gullkort komið. Já. Bæng. Já, sykur á Seriós. Já, sykur á Seriós. Ég set sykur líka, ég set sykur Cornflakes. Gerur alltaf eða? Já, ég set alltaf sykur. Ég átti það til, sko. Hversu mikið? Það er einmitt spurningi, sko. Hversu mikið sykur? Ég setti rosalega mikið sykur þegar ég var krakki, sko. Ég gerði það líka. Það, sko.
Já, klára þú. Já, eða bara, maður var svona að borða þetta síðan tók maður matskeiðina og maður gat alveg verið bara með fjall af blautum sykri. Já, ég kannast svo vel svona mjólkur blautum sykri. Já. Það var gott, sko. Já, það var gott. Ég hættur því í dag, sko. Já. Og ég stráði svona léttilega yfir. En ég man eftir að hafa tekið bara stóst mikinn sykur og fengið mér og svo var bara svona, alltaf svona hóll eftir í botninum og maður svona, það var svona síðast það var óslega gott og ég hættur því en ég fæ mér alveg samt alveg sykur út á morgunkotni sko. Mér finnst það að gera það betur sykur nefnilega góður sko. Hann er góður á mótana sko. Hvað er hérna út á þess að cornflakes það finnst hann að frosted flakes mér fannst sko það gott en það var ekkert á boðstólum heim hjá mér sko. Nei, það var ekki þannig sko. Það var bara cornflakes á heimilinu mínu. Hvað með branflakes? Nei. Það er ógeðslegt sko. Sko, mér finnst morgunkorn ef ég á að tala um það mér finnst þetta eins og vera fótbolti sko. Fótbolti? Já, mér finnst sko annað hvort ertu seriós eða cornflakes. Ég held ég segja meira cornflakes með einn í lífinu sko. Já, það er bara annað hvort. Ég dýrka að henda cornflakes í skál cruncha það svona niður, setja mjólk. Ég elska svona cornflakes. Ég elska þetta topic svo mikið. Ég elska cornflakes, sko, og setja mjólkina og svo lefum maður að býða hans, þannig að það er ekki svona smushy. Já. Þannig að það er svona að hann borða það, sko. Þannig að svona borða hálfgerða drullu bara. Já, mér finnst það geðvægt, sko. Mér finnst það með sykur drullunni og sykurinn alltaf þetta er bara mús þetta er bara sull sko. Þetta er gott en ég er núna bara fór í Hagkaup keipti 2 kassa af mismunandi skrítnu Amerikaner Morgan Carmen og hvað var þetta að kaupa? Við keipti Fruit Lips with marshmallows og svo keipti ég S'mores eitthvað S'mores já. Og það var alveg gott sko. Já. Ég keipti einhvern tímann á svona amerískum dögum þetta var einnig bara litlir snúðar í morgunkorni svona flatir crunchy snúðar það var rosalega gott sko. Ætlarðu að segja eitthvað meira skemmtilegt varandi Fruit Loops og já, ég fór að fikta í tökkunum hérna. Stundum þarf maður að fikta á nýja ári sko, já, mér fannst svona Fruit Loops alveg rosalega gott vá, ég er alveg hætt að fikta Grisbjörgur mér fannst það geðveikt ég var að fíla þetta í döðlu og ég var með marshmallows hljómar geggjað sko. ég er samt ekki sko, ég er ekki að fá sama feeling og cornflakes en það er alltaf meira eins og Seriós, er ekki? Þetta er meira eins og Seriós. Serió? Já, gullkornið frá Óskari. Já, en sko, ég set ekki sigur út á það, af því að það er drekk hlaðið af sigri í því. Já, getur trúið þeir sko. Ég sá líka á þann þegar ég var í missjónunum mínu, 25 ára missjónunum mínu, síðan 95. Þá sá ég sko Lucky Charms, svona honinott útgáfu. Það var sko málum með mig og honinott Lucky Charms er að ég borðaði eiginlega bara alltaf sigurpúðana sko. Já. Skildi hitt eftir. Já, þannig að þú varst bara að borða sigur í morgumat. Já, sem var ekki droslega næringareitt sko. Nei. Síðan með aldrinum byrjaði að borða hitt sko. Já. Þá var maður bitur og borðaði þetta betra með. Já. En síðan sá ég þarna bara honinött Lucky Charms basically. Já. Það hljómaði interesting sko. Já. Sko Honey Nut Seriós finnst mér alveg lúmst gott. Já, ég elska það sko. Er búið að banna það? Nei, veit það ekki. Mér finnst ég ekki að sé það lengi. Nei. En það sem eitt svona sem ég elskaði líka með sigur eða cornflakes sem ég gerði sko. Ég setti Nesquik út á, þannig ég gerði svona súkkulaði og ég setti alveg slatta af Nesquik og svo bara og þetta var svona súkkulaði. Það hljómar þetta geggjað. Ég átti einmitt svolítið til með að setja flórsigur. Já. Það var á bæði Seriós og cornflakes. Já. Það gerði surprise twist sko. Það var svona
Trúi því. Blautur rjóma sigur einhvern veginn. Já. Ég fekk samt eitthvað morgunkorn. Já. Sko, það er, mér finnst úrvalið ekki nógu gott, sko. Nei. Kannski væri það betra að það væri ekki alltaf að vera að banna allt saman. Já. Eins og Marihuana. Já. Það morgunkornið, Marihuana. Já. Það var mjög vinsælt í Mexíkó og í Kanada. Kanada, já. Það er með svona fána sem er með Marihuana á fánum, svona rautt. Já. Það var gott morgunkorn, sko. Já. Sko, svo var ég með eitthvað í kollinum, ég bara steinglumdi því, sko. Ég með lista. Fruit Loops, Heyrðu, Cocoa Puffs versus Cocoa Pops. Ég er Cocoa Pops maður. Cocoa Pops. Já, ég elska Cocoa Pops. Geggjað. Er það ennþá til? Það er ennþá til, sko. Já, ok, gott. Svo Rice Krispies líka. Það er geggjað, sko. Það er geggjað. Ég elska það. Ég get borðað, sko, á það til stundum að missa mig. Að fá mér risastóra skál. bara, sko, ég tek ekki skál, ég tek svona bökunarskál sem var allir að mixa shit í og voru að baka. Já. Tek bara, og svo bara mjólk. Svo fer ég fyrir fram á sjónvarpið. Sko, ég er alltaf að reyna að endurlifa þessi moment, sko. Já, þegar þú varst krakki. Sko. Já, ég set Svamp Sveinsson í gangi í sjónvarpinu. Nice. Já, og það bara hver býr í hafinu í sjónum í Svampur Sveinsson og ég bara fuck já með morgunkornið mitt og bara það er náttúrulega að upplega barnið alltaf svona öðru kori, sko. Já, ég er ekki búin að gera þetta. Nei, mæli mig. En hefur ekki tíma að blanda þessu báðu saman? Cocoa Puffs og Cocoa Pops? Nei, nei. Það er gott shit, sko. Nei, þú blandar ekki. Ekki? Nei. Ég þoldi ekki. Þetta fór svo í taugarnar á mér. Já. Fór svo í taugarnar á mér. Þegar foreldrar voru að blanda morgunkonni. Já, er það? Já. Það var svo magna tvist sem að gera þessu. Sko, sumir voru að fá sér Seriós og Cornflakes. Það er skrítið. Já, ég veist Honey Nut Seriós og Cornflakes. Það er skrítið, sko. Ég var bara, hvað ertu að gera? og ég alltaf fengið mér bara, þetta er bara klikkað, sko. Ég segi fyrir mig bara lítinn Krispberg, hvað er þetta að gera? Svona gerir maður ekki. Nei. Ég tók bara, sem er vitt, hann gerði þetta. Já, var það? Já, hann var komin í stöðbuxur þá. Já, þá er það ekki gott, sko. Og ég bara, sem ég, hvað er þetta að gera? Hann bara, ég bara alltaf gert þetta. Og ég bara, sem ég, hættu þessu. Og ég bara, sló hann. Bara kastaði skálinn í gólfið og bara, já. Samt, sko, Seriós og Cocoa Puffs. Það var magna tvist, sko. Það var þetta svolítið eins og hann. Já, það fannst mér klikkað líka. Seriós og Cocoa Puffs. Já, það er bara, sko, svona finnum maður serial killers. Hefur þú samt pröfað þetta? Já. Og þetta er fínt? Já, nei. Þetta er bara, þetta er eins og, þetta er klikkað. Þetta er ekki klikkastlega gott. Þetta er bara klikkun. Sko, náttúrulega það er allir þessi morgumatur var drekklaðan af sigri og ég uppfullar sigri á að fengja að setja sjálfur sigur á minn morgumat og þegar ég var í vinum mínum svona morgunstund og þá var bara ok, laugadagar mátti fá sér blandað bara þá ekki eitt og sér? Nei. Það er enda aftur skrítið. Já, það er bara, ég var bara, akkur maður ekki bara fá bara, mér finnst Seriós ekki gott. Maður ekki bara fá hérna Cocoa Puffs. Já. Bara nei, það er að mixa þetta allt saman. Já. Og þetta var bara að mixa saman í einhver dagl. Hæ? Já, bara veist, foreldrið, held ég, hafi bara blandað bara í svona morgundall sem bara krakkin gekk í, sko. Já, ok, wow. Þetta var alltaf bara þetta var forblandað. Þetta var bara alltaf í kössunum heima, sko. Þetta var aldrei sett í eitthvað sér ílát, sko. Já, var ekkert fylgst með hvað þú varst að borða þegar þú varst lítill. Nei. Ekki það heldur. Þess vegna vekk ég að setja sigur út á morgunkonni mér. Það ég vissi hvað sigurinn var og ég bara sigur. Þess vegna er ég svona bútaður í dag. Já. Þetta er alltaf út á morgunkonni þegar maður krakki. Já. Hvað finnst þér samt músli? Músli getur verið gott. Það er eitt rosalegt músli frá hérna Kellogg's. Það er bara í ruglinu. Það er pottið drekklaði á sigri. Það er bara alls konar svona grjón, skilur. Já. Og svo eru bara svona stórir súkkulaði bitar. Já.
og mögulega smá svona cornflakes, ég manna ekki alveg en þetta, hnetur, rosalega mikið af svona hnetum og þetta bara eitt af besta sem ég hef fengið sko. Mér finnst músli vera fyndið orð músli bara hvaða kall bara eru hérna, hvað ertu með? Þetta músli þetta svolítið þannig er músli íslenskt orð eða er það alþjóðlegt orð? Ég er örugglega alþjóðlegt og getur örugglega farið til bara Spánar bara músli og allir bara músli og bara músli hvað samt það er músli? Kannski áttu það að vera mostly it is mostly it is like cornflakes, you know, but of course mostly og hann bara mostly kannski ég átti þetta að vera fyrst granúla. Þetta er granúla í þessu sko þetta er bara blanda þetta er bara morgunkorts blanda þannig að ekki segja að Coco Puffs og Cheerios sé músli. Nei, það er ekki músli, það er klikkun. Þú þarft einn að sitja bara sko, til að búið til músli heima þér þá gerur bara hafragraut og tekur svo suðusúkkulaði tjönkar það í bita, þá ertu komið músli og kannski rúsinur eða ógeðslega flippaður gula rúsinur ég har aldrei séð gula rúsinur. Nei ef þú færir svona hnetublöndu það er svona gula rúsinur svarta rúsinur þú mátt ekki rugglast á gulum baunum skilurðu? Já, maísbunir það var hálfgerð morgunmatur fyrir mig. Já, ég man allan eftir að frænku mínar ég var lítill og frænku mínar voru að mata mig bara gulum baunum ég var í hérna barnasvagn og fílaði það mjög mikið sko. Ég er með magna minni sko. Ég man eftir þegar var 2 ára þá fór ég að muna hluti og þær bara voru mataði af gulum baunum í morgun mat. Já, ég held það og það þurfti að koma meira því að það átti að vera eitthvað matur kvöldið það var komið svona family time og bara, og mamma henni voru bara, þau stelpuna bara spyrja hvað má Óskar borða í morgun? Hann borða bara gula baunir og þau bara, gula baunir Ég held ég að klára heila svona dó sko en já, ég fór eitthvað grúski í þessu af hverju þeir hættu með Coco Puffs og ef ég má lesa bara stutta grein frá Vísi Nei, þú mátt ekki lesa grein frá Vísi en já, hvað stendur í greinni? Alltaf Við höfum reynt að leita eftir einhverjum upplýsingum og reynt að átta okkur á þessu og sækja hvað það er sem menn er að segja sé ólulegt því við getum ekki séð það sjálfur með okkar sérfræðingum. Áhugavert. Þetta er í einhverjum snúningi en lokavaldið er bara hjá heilbrigðiseftirlitinu sem stendur fast á því að þetta sé svona og við það þurfum við að búa. A.k.a. við það þarf Óskar að búa því að þetta er persónulegt. En nú er ég forvitin. Já. Bara hvaða fólk var Vísir að fá sem voru sérfræðingar í Coco Puffs við fundum ekkert með okkar sérfræðingum en þeir eru búin að reyna að leita öllu þeir eru bara með Coco Puffs það er ekki E105 í þessu já og svo er þið með aðra test þeir eru með 50 testskálar hérna Coco Puffs frá öllum heiminum já þetta er Mexiko Spán sem líður yfir einhvern og eitthvað. Nei, Herðu, nú mann ég. Wow. Já, nú mann ég. Já. Það er eitt sem ég sakna með morgunmat og morgunkorn. Já. Það er dót sem var í kössum. Já, Hvað hélst þetta að fara að segja? Ægjarna guli ljóti loðni kallinn. Já, er það eitthvað sem ég sakna? Nei, þú veist, þetta var svona, hvað var þetta, einhvers konar bönir eða eitthvað svona, þetta var skrítið. Já. Hvað var þetta? Ég veit það ekki, hann veit enginn hvað þetta var. Nei, það var creepy gulur kall á sig, ég var skítræddur við hann. Já. Ég þorði ekki að borða þetta. Ég var búin að segja mér það. Já. En það var ekki þessi guli kall. Nei. Það var leikföngin í dótið í öllu séttinu. Já, algjörlega, ég elskaði þetta dót sko. Ég elskaði þetta dót líka og maður bara stundum átti það til að bara fara með hendin ofan í kassan og snerta allt
það var ekkert COVID þá bara snertur og allt saman. Já, þá máttu bara fara með hendina ofan í morgunkorni. Þú máttu bara snerta mat hjá öðrum. Já, líka það sko. Já, núna má ekki, ég má ekki snerta mat því ég fyrir veitingastað og bara, nei, ég má það ekki. Já, eins og þegar maður fór á hlaðborð og svona. Já. Og þú veist, maður labbaði svona fram í hlaðborðinu. Maður fara að smakka hjá öðrum líka. Já. Núna má maður það ekki. Síðan, þú veist, maður sá steikina og maður svona potaði í hana. Já. Síðan sá einhverja og sagði bara, hvað er þetta að gera? Æ, bara pota. Það er bara, skil eitthvað sens, skil. Vita hvað þessi myrt, já. Já, en dótið. Já. Núna bara ekkert dót. Nei, það hefur ekki verið bara lengi. Síðan á það sér... Af því að, það voru krakkar sem voru að kapna á dótinu. Það var að reyna að borða það dótið? Já, ekki, bara, nú veit ég ekki. Hvernig sérðu ekki stóran, bara svona kall, bara koma úr morgunkaskunum og voru bara... Já. Kannski heldur þetta að vera súkkulaði, sko. Já. Já, meikar ekki sens. Já, stórt kall súkkulaði í kornflakspakkanum. Nei, þetta er mjög spes, sko. Líka bara, það er bara alltaf að vera að banna allt, sko. Já. Eins og Bláan Opal og Marihuana. Já. Ert þú talsmaður þess að fá Bláan Opal og Marihuana? Marihuana. Það er umræða fyrir annan tíma. Annan tíma, já. En allavega Bláan Opal, ég fá Bláan Opal, sko. Já. Feist þú Bláan Opal í morgunvand? Nei, en ég gleymi því aldrei, ég var 4 ára. Ég var aftur í bílum, bað Bláan Opal. Fekk Bláan Opal og ég styrti honum upp mig. Já. Og ég borðaði allt saman. Já. Það var ógeðslega gott. Og það? Já, ekki. Það bara sakna. Manstu eftir bragðinu. Þetta var svo spes bragð. Mér fannst það ekki gott. Það fannst það ekki gott? Nei. Ég held að sé bara vera að fylgjast með mér í smásjá. Já. Þess vegna eru Kiss líka hætta. Já. Hann fílar okkur. Já, við hættum bara. Já. Þau bara tóku fund bara, have you heard? Yes, I have heard. Oscar, he really likes Kiss. Yeah. Yes, I heard that as well. I think we should just call it good. Call it quits. Já. Hvernig líst þér á þetta? Morgunmatinn? Já. Veistu, sko, ég vann í svona vinn í Seðlabankanum. Já, einmitt. Ég var að vinna bankakarl. Þar var mötunindi. Já. Æðislegt mötunindi. Eitt besta mötunindi sem ég farið í. Okay. Þar var morgunmatur í vinnunni. Já, þú bara gast labbað. Fengið morgunmat í vinnunni, farið aftur að vinna með morgunmat. Já. Það er eitthvað hljóma mjög kósi. Og bara kannski fengið epli, banana og svo kannski skýrskál eða eitthvað. Já. Og bara skoða bjalla á vísi og borða. Ég verð að gefa vinnunni minni hrós. Það er svona þar, sko. Já, það. Já, það er alltaf brauðdagar á mánudum. Nice. Ég elska brauð. Það minnum það núna í COVID-inu, sko. Já. En þá var bara alls konar brauð og alls konar salat og skinkur og ostar og svona. Ég elska óhollan mat. Ég dyrka óhollan mat. Brauð er svo gott. Já, sérstaklega nýbakað súrdeigsbrauð. Það er mjög gott, sko. Og ég fæ, sko, morgunmatur ef að ég á að gera vel við Kristberg. Já. Ef ég nenni að hafa fyrir Kristbergi, sko. Já. Ég sé bara, Kristbergur, í dag farið ristabrauð með osti, agúrku og svo aromat. Það er bara og ég er ekki að fá mér eina sneið, ekki 2 sneiðar. Ég fer stundum í heilar 4. Heilar 4 brauðsneiðar. Svo áður en ég veit að ég búið með halvan brauðpoka af því að þetta er svo gott. Þetta er rosalegt. Þetta er svo rosalega gott. Bara þegar það komið aromat á gúrku þá er þetta bara eitthvað allt annað. Það er bara steik. Já, þetta er bara legendary. En talandi ristabrauð, það er svolítið heitt topic fyrir mér. Okay. Mér, sko, kalt ristabrauð. Kalt ristabrauð, já. Finnst þér, hefur þið borðað það? Já. Það er ógeðslegt. Já. Mér finnst að ég þarf að vera snöggur þegar ég fæ mér ristabrauð. Það má ekki vera sekundabrot þar sem ég missi úr takt. Það má bara ekki vera smá volt. Nei, mér finnst það bara vera vestmann bara því kaldara verður, sko. Já. Okay. Þannig að ég þarf að vera snöggur að taka brauð þegar það er klöng og ég er sjönk, grípa það í svona loftinu, skelli það á skurðabretti, smyrða sratt af því að mér finnst að smjörið þurfa að bráðuna í brauð. Það þarf að bráðuna í brauði, já. Ég er sammála. Það þarf að bráðuna í brauði. Það má ekki vera svona, veist, ef að ég fer að rista með brauð, fer að gera eitthvað og það slank og ég gleymi því, þá var ég bara vonsvikinn, sko.
hvort finnst þér betra svona svoleiðis eða bara svart brauð? Þú veistu, mest svart brauð allt í lagi. Já, bara alveg brunnið? Ekki alveg brunnið, en það smá svona brunnið. Hversu ristað viltu hafa brauðið þitt? Ef ég á ok, brunnið, segjum það sé well done. Já. Og gult sé svona medium. Og svona hvítt brauð rare. Já, bara basically áður maður setur það í brauðið. Já. Þá vil ég hafa það svona mitt á milli medium og well done. Já, ég sammála. Já. Ég vil hafa kannski smá svona helmingurinn kannski svolítið svona brunnin, skilurðu, svona brúnni en gulur, skilurðu. Ég akkurat það líka í lífinu, sko. Já. Það rosalega gott. Núna langar mér eiginlega bara, ég fekk mig gúrkubrauð í áðan. Já. Það var næs. Já. Já. Svo fekk ég mér síld. Síld? Og hann á rúbrauð, sko. Var það svona síld í ykkur sósu? Bara... Þetta var hátíðarsíld. Svona jólasíldin. Jólasíldin. Þetta var svona afgangurinn að því. Já. Og svo, sko, það var til stundum gert að heimilinu mínu. Já. Að fá sér, rúbrauð í morgunmat, sko. Já. Rúbrauð með síld. Í svona sinnebi, sko. Já. Svona sinnebsósu síld. Og fá þannig. Með svona linsóðinu eggi. Það svo geggjað, sko. Já. Síðan bara öll síld eins og rauða síldin eða svona rauðróu síld eitthvað svo leiðis. Já. Ógeðslega góð. Bara síld ógeðslega góð. Ég dýrka síld, allir eiga að borða síld. Síld vannmetin. Hún mjög vannmetin og þú veist líka bara taka þetta, setja ég mynd egg og svo kannski kaviar. Já. Sko túpukaviar, ekki svona fínan kaviar sem ríka fólki borðar. Já. Það geggjað gott, sko. Túpukaviar líka rosalega góður. Hann góður, sko. Hann góður. Ja. Maður kaupir þetta ekkert lengur, sko. Nei. Ég held ég hef aldrei keypt svona túpukaviar, sko. Já, ég verða, sko, við erum að tala rosalega mikið um mat. Ég ógeðslega svangur. Já, við erum hvorið búin að borða. Já. Það kannski slæmt tópik til að byrja á svona svangir, sko. Já. En já, vildu vita fun fact? Já. Sem ég googlaði á hann í kom. Já. Translate Google English. Já. Já. Granula var fyrst fundið upp árið 1863 og elsta morgunkorn sem búið til í heiminum. Hæ? Já. Nei. Þótt korn og heitt korn hafi verið borðað af fólki í mörg ár var granula fyrsta morgunkorn. Korn og heitt korn? Já. Já. Granula fyrsta morgunkorni. Eins og við þekkjum það í dag. Já, einmitt. Já. Granula var búið til af Dr. James Caleb Jackson sem rak heilsulendi í New York fylki. Já, magna. Hann bjóð til morgunkorn. Já, og þá 300 ára setna þá bara verið að taka kókapass í burtu. Já, pældi því. En sagan, sko. Ég held að við sem bara komnir á góðan tíma. Já, erum við ekki bara byrjaði þetta ekki bara á geta? Ég held að bara 2022 árið í ár og bara velkomin í 2022. Já. Vonandi bara hætti við þessu COVID og það var engi fleiri vondi kallar. Nei. Bara velkomin í framtíðina. Velkomin í framtíðina, krakka mínir. Það er bara sjúpudamdam Þetta verður meira smúð seinna. Þetta er allt að koma. Og hvað segirðu? Það er náttúrulega símanúmer okkar 792-2025 eða þú vilt skilaboð og við erum á Instagram, Facebook og TikTok. Já. YouTube, gleymum því allt. Við erum á öllum helstu miðlum. Já. Og endilega kíkið á okkur, follow, likeið, subscribeið. Já. Og 792-2025 þú sagðir. Akkurat. Er á Telhólf, ég þarf að gera eitthvað í því. Já. Það við erum byrjar aftur. Við erum komin aftur og það eru margar nýjungar eins og Spotify er komin með stjörnugjafir. Endilega hjálpa okkur þar eða nennið. Já. Hvað meira? Það er eitthvað meira. Bólir. Já. Við fyrir bara gláðulega það eitthvað til sinna. En með þið bara og bara sakk fyrir að hlusta. Það er ekki.